Ég fékk mjög áhugaverða spurningu á Vísi um daginn frá 31 árs karlmanni og hann er að spyrja: Sæll Björn, ég og kona mín erum nýlega búin að taka til í fjármálum heimilisins og náum að leggja til hliðar ágætis summu í hverju mánuði. Við erum hins vegar ekki alveg viss um það hvort við eigum að greiða niður hinn ýmsu lán, fjárfesta í hlutabréfum eða sjóðum, láta peninginn ávaxtast inn á reikningi eða gera allt í senn. Hvað er best að gera þegar til lengri tíma er litið? Það er risastórt skref þegar að fólk er komið á þennan stað. Þegar búið er að taka til í fjármálunum og þetta virðist þá vera farið að stefna í rétta átt. Og þau virðast þá vera peppuð fyrir því að halda áfram. Og þá er þetta fullkomin spurning. Og ég svaraði þessari spurningu í nokkuð ítarlegu máli á Vísi, en hér er þetta í stuttu máli. Númer 1. Neyðarsjóð strax. Þau þurfa að taka frá peninga í neyðarsjóð, eiga hann til, svo að hin ýmsu lán verði aldrei tekin aftur. Kíktu á myndbandi mitt á TikTok og á Instagram þar sem ég fer yfir neyðarsjóðin. Númer 2. Vegna þess að ég er að gefa mér það að þau séu að halda heimilisbókhald, það er nú yfirleitt leiðin að því að taka fjármálin í gegn, þá myndi ég huga að því að fara að safna, fara í reglulegan sparnað fyrir því sem við vitum að er framundan. Og það getur verið jólin, safniði fyrir jólin, viðhald á húsnæði, endurnýja bílinn, fara í ferðalög, að fara að taka frá peninga í hverju mánuði fyrir þessu. Númer 3. Fjárfestingar, já, en horfum á þessum tímapunkti bara á lífeyri. Við erum öll meira og minna að safna einhverjum lífeyri sem við fáum að stýra og það er þá séreignarsparnaður. Hvort sem þú ert að safna eingöngu viðbótarlífeyrissparnaði eða líka öðrum tegundum séreignar, þá mátt þú yfirleitt velja þér ávöxtunarleið. Gerðu það. Þarna geta verið miklu peningar sem þú ert að fjárfesta og þarft að hafa skoðun á. Númer 4. Þar sem hann talar um hin ýmsu lán, þá er það fókusinn núna. Þegar að við erum búin að ganga frá hinu, þá förum við á fleygiferð í lánin og við notum snjóboltaaðferðina. Af hverju snjóboltaaðferðina? Ekki endilega vegna þess að hún er ódýrust þegar við setjum allt niður á blað, heldur vegna þess að hún heldur þeim peppuðum, vegna þess að þá náum við að ráðast á minnstu skuldina strax og fyrst. Það getur þá gengið hratt og þá fáum við enn frekari innspýtingu, hvatningu, við sjáum raunverulegan árangur. Við förum í algjöran toppgír í það að hamast á lánum, losa okkur við skuldir og velta áfram því sem við áður vorum að greiða þeim skuldum yfir á næstu lán. Skref númer 5. Þegar að þau eru síðan orðin skuldlaus, þá er virkilega mikið svigrúm til þess að fara að fjárfesta. Þá er þetta að byggja upp eignir, þá er hægt virkilega að koma sér upp flottum fjárhag. Eða þá er bara hægt að fara að leyfa sér ýmislegt, lifa hátt, vera öruggur, hafa það skemmtilegt.